Góða kvöldi kæri áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IATV í bílflugnabúð á Vesturgötu. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur hérna í gegnum þennan síðasta leik í fyrstu deildinni fyrir áramót eða fyrir jólin. Það eru mjög sterkt lið Álftanes sem að mætir hér í heimsókn. Eftir að IA loksins náði í sigur á síðasta þriðjudag gegn Hrunamönnum þá koma hérna Álfnesingar í heimsókn og þeir gerðu svo lítið fyrir í síðasta leik og sigruðu Hött og höfðu þannig sætaskipti við Álfnesingar núna í öðru sæti eftir að hafa leikið 12 leiki, eru með jafnmörg stig og Höttur sem hefur þó spilað leiknum minna en Skagamenn nokkuð samfærandi ennþá í neðsta sætinu með 2 stig eftir þennan eina sigurleik, 2 stigum eftir Hamri sem að situr í 9. sætinu með 4 stig. En ég held að það sé óhætt að segja að Skagamenn þurfa að hitta á alveg hrikalega góðan leik hérna í kvöld ef þeir ætla að fá eitthvað út úr þessum leik. Bara miðað við gengið hjá Álfnesingum undanfarið. Það er kannski bara allt til að fara yfir það. Þeir sigruðu Hött nokkuð sannfærandi 10. desember, núna bara fyrir viku síðan 105-77 og þar áður unnuðir Hamar útivelli 106-73, tóku Skallagrim með 12 stigum 27. nóvember 91-79, Selfyssinga með 9 stigum 83-74 en töpuðu þar á undan í 15. nóvember, ekki tapað síðan 15. nóvember, rúma mánuð, þá töpuðu þeir reyndar mjög samfærandi fyrir Haukum 78-107. Skagamenn búið að vera aðeins erfiðara hjá þeim, 82-70 sigur hérna á þriðjudaginn gegn Hrunamönnum. Svo upptaka er að sjálfsögðu aðgengilega á YouTube-rásin okkar á IATV og þar áður tap móti Selfossi á útivelli, 3 útileikir hérna í röð, 73-109, 66-108 tap fyrir Haukum útivelli 27. nóvember, 73-95 úti gegn Fjölni 19. nóvember og síðan heimaleikurinn gegn Skallagrími sem var ansi erfiður á að horfa 58-107. Kannski við rennum yfir liðin eins og þau birtast okkur hérna í dag og förum fyrst yfir Skagaliðið. Númer 0 er Hendrik Engelbrekt, númer 1 Davíð Alexander H. Magnússon, númer 2 er Aron Elvar Dagsson, 3 Þórður Freyr Jónsson sem átti skínandi fínan leik hérna gegn Hrunamönnum á þriðjudaginn og maður vonar að hann haldi áfram að spila á sama krafti og hann gerði þá. Gríðarlega efnilegur strákur þar á ferðinni og þeir sem eru að sjá hann í fyrsta skipti bara vendilega fylgist vel með honum. Leikmann nummer 3, nummer 4 er Daði Már Alfreðsson, nummer 7 Kristoffer Khalid Klóver sem er stigakongur þeirra okkar Skagamanna með einn 22,9 stiga meðaltali. Tómas Andri Bjartsson er nummer 8, nummer 10 er Július Duranóna, nummer 11 Alex Tristan Sigurjónsson, nummer 15 Arthur Fjallarsson, nummer 17 Ásbjörn Baldvinsson og nummer 32 á leikskýslu Ómar Örn Helgason. Ég sé hann þó ekki, hef ekki séð hann, jú þarna sé ég hann loksins og þjálfari er Hugo Salgado. Hjá Álfnesingum er liðið skipað þannig að nummer 0 er Unnsteinn Rúnar Kárásson, Austuringur Isaiah Cotton er nummer 3, nummer 4 Dino Stipsic og nummer 5 Cedric Taylor Bowen, hann er fyrirliðið þeirra. Ég glemdi að taka það fram, Ómar Örn er fyrirliðið hjá Skagamenn og átti stórleik hérna gegn Hrunamönnum á þriðjudaginn. Nummer 6 Ásmundur Hrafn Magnússon, nummer 7 Steinar Snær Guðmundsson, nummer 8 Grímkell Orri Sigurþórsson, nummer 9 Ragnar Jósef Ragnarsson, nummer 11 Eysteinn Bjarni Ævarsson, nummer 13 Ingimundur Orri Jóhannsson, nummer 18 Kristján Örn Ómarsson og nummer 24 Magnús Helgi Lúðvíksson og þjálfari Álfnesinga er engin annar en Hrafn Kristjánsson. Það eru, 2 aðri leikir í gangi í fyrstu deild karla í kvöld og við munum reyna að fylgjast með hvernig framvindan er í þeim leikjum. Fjölnir tekur á móti Hrunamönnum og Sindri tekur á móti Selfyssingum. Suðurlandsslagur ef að það er svo erfitt að staðsetja Sindramenn og Höfn. Er þetta á Suðurlandi, er þetta á Austurlandi eða hvað? Þeir eru kannski bara í sínum eigin
fjórðungi hérna, suðaustur eitthvað. En síðan verið að spila í Söpudeild karla. Vestri að spila gegn Stjörnunni, þar er staðan 31-38 fyrir Stjörnuna. Þeirra síðast nýjustu tölur úr norðvestu kjördæmi eru þannig. Nú byrjunarliðið hjá Skagamönnum, Hendry Engelbrekt, Ásbjörn Baldvinsson, Tómas Þórður Freyr og Kristoffer Klóver. Já, það Cedric Bowen sem tekur mitt uppkasti hérna, Dino Stipsic hérna með boltan. Eins inn á númer 18, Kristján Örn Ómarsson, Ragnar Jósef Ragnarsson númer 9. Mann og eftir þessum strák með Breiðabliki ef ég man rétt, ég held að það sé ekki fara rangt með, og Unnsteinn einnig, hérna Rúnar Kárásson inn á. Margir ættu nú að kannast við hann. Við spilaði með Keflavík ekki fyrir svo löngu síðan og Hetti. Skagamenn, Ásbjörn í smá vandræðum en finnur Klóver. Tómas síðan í þristinn, vel framhjá. Frákast hjá Dino. Unnsteinn með frábæra sendingu undir og það er Kristján Örn sem skora fyrstu stigin hér. Gestirnir komast yfir. Virkilega listileg sending hérna hjá einum örvenda Unnsteini. Og Klóver á Ásbjörn. Undir tölvöru pressu hérna frá Kristján Erni. Tómas við það að missa boltan hérna, næra að bjarga því og hér er leikurinn stöðvaður. Og veit ekki alveg af hverju vakti á athygli okkar hérna og nokkur áranda að við sjáum hérna að dómararnir eru með kallkerfi sín á milli sem að hefur, ég man bara ekki eftir að hafa séð það í körfuboltanum hingað til. Og þetta er örugglega til bóta 8 sekúndur á klukkunni. Það var væntanlega verið uppfærð þannig klukkan að óþörfu. Klóver kemur, Engelbrekt sem að færa hann hérna, Bowen er mótunum, sendingin yfir á Klóver, hann í þristina aðeins og stuttur. Frákast hjá Dino. Bowen er í árásin á körfuna, Engelbrekt er á mótunum en virkilega fallegt stutt skot þarna úr horninu. Það er að Klóver sem hefur verið að taka boltan, var að taka boltan tölvöld mikið upp núna í síðasta leik. Þórður inn á Hendry Engelbrekt og brotið á honum. Það var Stipsic sem að gerði það. Skagamenn leita sínu fyrstum stigum hérna. Klóver færa hann út. Ræðist inn á teginn, út á Þórð sem er galopinn. Þórður fer í þristinn, aðeins og langur. Tómas með frákastið. Og Skagamenn halda boltanum. Ásbjörn, hann fer í þristinn. Það er varið af Bowen. Þórður, 8 sekúndur á klukkunni. Þórður, hann vantar smá hjálp hérna. Fær hana frá Hendry Engelbrekt sem að hóta skotinu. Og þetta enda bara í töluveri vandræðum. Og þegar að 2 mínútur eru liðnar. Staðan 4-0. Unnsteinn. Stipsic. Aftur á Unnsteinn, hann í þristinn, beint honni. 7-0. Skagamenn þurfa að byrja af meiri krafti hérna núna. Ásbjörn. Já, Engelbrekt. Stipsic gegn honum. Engelbrekt, sendingin undir á Klóver, Bowen er á móti honum. Kristoffer stígur tilbaka, skotið ekki nákvæmt og frákastið endar hjá Unnsteini. Unnsteinn út á Kristján, Kristján í þristinn, hann er ofstuttur, Tómas með frákast. Þórður með sendingun út á Engelbrekt sem að fer í árásina á körfuna. Kristján brýtur á honum og Engelbrekt klárar þetta. Þetta var vel gert. Þetta ég saknaði þess að hann á þriðjudaginn að hann myndi sækja meira sterta körfunni.
Hann gerði það hérna og kláraði þetta vel, beið eftir snertingu hérna. Og Engelbrekt verður á línuna, 7-2 og aðeins og stuttur. Og Stipčić með frákastið fram á Ragnar á Bowen, flott skot hjá honum, spjaldið honni. Já, Selfyssingar að byrja talsveit betur austur á Höfn, staðan er orðin 10-2 þar fyrir gestina. Klóver og Engelbrekt fer með Unnstein undir, sendingin út á Þórður í þristinn, aðeins skakkur aftur. Tómas enn að stríða þeim hann í frákostunum en hafði ekki erindi sem erfið hann núna. Fjölnir 8, Hrunamenn 4 staðan í Grafarvoginum. Stipčić á Ragnar í þristinn og stuttur, Unnsteinn í baráttunni. Tómas ótrúlega lunkinn í frákostunum, það var ekki stærri manni en þetta. Þórður og gerir þetta vel, sendingin inn undir á Ásbjörn. Tómas með tíma aðeins, hann er vel aftur, hikaði þarna örlítið. Og Bowen nær að skila þessu niður og fær villu að auki. Held að þetta sé hárrétt, hann allavega tryggði það með því að kalla á það líka. Og þá er fyrsta leiklið hérna, Skagamenn taka það, staðan 11-2. Frábær byrjun hjá gestunum. Þetta er kannski ekki mikil fyrirstaðan ennþá. Það er eitthvað sem að Hugo Salgado þarf að berja í sína menn. Það er Cedric Taylor Bowen sem er stigahæstur hjá Álftnesingum með 6 stig hérna á þessum fyrstu 4 mínútur rúmum. Eysteinn Bjarni, já, ég er búinn að vera að kalla hann Unnsteinn hér. Þetta er hann Eysteinn Bjarni Ævarsson að sjálfsögðu hann er með 3 stig og Kristján Örn með 2. Hendri Engelbrekts er eini maður sem er búinn að skora fyrir Skagamenn. Og skotnýtingin frábær hjá Álftnesingum. 5 af 8 á móti 1 af 8 hjá Skagamönnum. Þeir hafa verið að fá betri skot líka, svo sem ekki það. Skagamenn er búin að fá nokkur góð skot opinn en hafa ekki verið að skila þeim niður. Og ná er skipting hjá Skagamenn. Tómas fer af velli, Davíð Alexander kemur í staðinn. Óbreytt lið hjá Álftnesingum. Láðist að kynna dómaraleikinn. Sigurður Jónsson og Bjarni Rúnar Lárusson eru að blása flautukonsertinn fyrir okkur í kvöld. Bowen setur þetta niður, kominn á með 7 stig. Klóver og Ásbjörn býr sér til pláss. Kristján pressar vel á hann hérna. Davíð kemur og sækir hann, fær hindrun. Davíð inn á Engelbrekt, sendingin ekki nógu góð. Og Eysteinn út á Stipčić og Bowen hann er búinn að taka 2 skot yfir Engelbrekt sem er nú engin smá smíði upp á 2.05. Hún er alveg sama. 14-2. Ásbjörn og Kristján pressar á hann og Þórður Freyr sækir hann, fær aftur hindrunna. Og Klóver, 10 sekúndur á klukkunni. Við erum búin að ná að binda þannig hnútana. Engelbrekt er með Stipčić á sig, sendingin út í horni. Davíð í þristinn og stuttur. Engelbrekt með frákastið og það fer sterkt inn að körfunni. Þetta gerir hann vel. En langskotin ekki að virka hjá Skagamönnum. Ragnar út á Eysteinn, inn á Stipčić. Hann út á Bowen, skildi hann geta þetta líka, já. Hann bara misnotar ekki skot hérna. Cedric Bowen. Cedric Bowen með 22,9 stiga meðaltali í leikjunum í deildinni hingað til.
Eysteinn frákasta hæstur þeirra með 5 stykki. Gaman að því, amerísku leikmenn liðana. Hérna kemur Ásmundur inn á og Steinar Snær fyrir Stipsits og Kristján. Og villa dæmt hér á Steinar Snær. Var ekki lengi að því, leikurinn var ekki eins og komin í gang en hann fekk á sig villuna. Og Klóver út á Þórður í þristinn, ofstuttur, þriðja skoti sem að Þórður misnotar hérna í upphæðu leiks. Ragnar og Þórður brýtur á honum. Já, þetta er aðeins önnur byrjun heldur en hjá Þórði heldur en hérna á þriðjudaginn, en hann byrjaði að setja 2 þrista bara á fyrstu mínútunni. Eysteinn í þristinn, nálagt í, en Arnþór sem er komin inn á hérna stígur vel út. Arnþór skiptið hérna við Engelbrekt. Arnþór kemur í hindrunina fyrir Davíð reynir að ráðast inn á körfunni, erfitt skot, misnotar það og Arnþór brýtur á Bowen. Hann er alveg nautaburðum hérna, Cedric Bowen. Ragnarsson fer að velli og Ingimundur Orri kemur í hans stað. Steinar og Ingimundur út í hornið, Eysteinn hefur nógan tíma til að stilla sig af og það er ekkert að spyrja að því. Þetta eru menn sem eru búin að leika sig með skotvél, það er nokkuð ljóst. Svona opinn skot, þau rata bara á hann í. Þórður á Klóver, fær hann aftur þarna. Fær hindrunna frá Arnþóri og þá er Bowen á móti Klóver fer í skotið, það er hann í. Það verður áhugaverð rimma ef að þeir ná að stilla sig þannig af að þeir lendi hvor á öðrum hérna. Eysteinn gerir þetta frábærlega, þannig að þarf einhver að sýna hugrekki og stíga í línuna en það gerði það ekki. 22-6. Það var Aron Dagsson og Engelbrekt að fara að koma inn á fyrir Skagamenn í næsta stoppi vantanlega. Klóver inn að körfunni, erfitt skot, Arnþór með frákastið, missir hann frá sér. Bowen, boltinn dansar hérna, Ásbjörn hendir sér á hann, Ingimundur á Bowen og þarna kemur Ásbjörn og lemur þetta í burtu. Steinar á Eysteinn og hann yfir á Ingimund sem fer í þristinn, hittir ekki. Davíð tekur frákastið og fer á stað. Þórður á Arnþór, þetta er áhugavert og Bowen, iðnaðartróð. Menn var ekkert að hlaði neitt eitthvað rosalegt þarna. Það hafði allan tíma og pláss í heiminum. Klóver fer í árásina inn að körfunni, brotið á honum, Bowen nær að sækja villuna á hann þarna. Það er kannski eitthvað sem að gæti hjálpa Skagamönnum hérna. Þá er að koma inn á Ómar Örn, Hendri Engelbrekt og Aron Dagsson og fyrir Árnesinga, Magnús Helgi Lúðvíksson og Isaiah Cotton. Bowen fær að hvíla sig og Eysteinn. Klóver með 2 vítaskot. Of langur. Jájá, seinna vítið ratar rétta leið. Ingimundur, vá, það er einhver stökkkrafturinn þarna. Cotton, þeir ætla bara að fara beint í alley-oop hérna. Sirkus tróð. Klóver
Einn á móti Steinari, kemst inn að körfunni, þarna virðist nú vera brotið á honum. Ómar Örn tekur frákastið í mikilli baráttu, endar hjá Cotton. Við vissum að Clover vildi nú fá eitthvað fyrir sinn snúð þarna. Steinar með stígu tilbaka, fer í þristinn, beint hon í... Nei, þetta var Ingimundur fyrirgefi. Davíð á Aron í þristinn, það beint hon í, fín innkoma hjá Aroni. 25-10, skiptingin yfir, Cotton á Magnús Helgi og Engelbrekt brýtur á honum, eða var það Ómar? Það var Ómar, sennilega. Já. Engelbrekt kom hérna og barði þetta í burtu. Og 2 vítaskott. Vel stuttur hann í fyrra vítaðinu, Magnús Helgi. Og þessi stoppa hann bara upp á hringnum nánast. Engelbrekt var ekki viss hvort hann ætti að sækja hann bara þarna, en Davíð. Fín pressa hjá Ingimundi, Clover í þristinn, beint hon í. 27-13. Þetta getur breyst hratt í körfunni, það er nokkuð ljóst. Sendi ekki út í hornið, Ingimundur ræðst á körfuna og brotið á honum. Ómar Örn, það er bónus skot. Ómar hérna kom með 2 villur á stuttum tíma. Sama tíma eru Sindramenn búin að snúa leiknum við fyrir austan, komnir yfir þar. Og Fjölnismenn eru svona játt og þétt að auka munin gegn Hraunamönnum 26-15 þar, nýjustu tölur. En bæði vítin honni hjá Steinari og þá er skipting. Daði kemur inn á fyrir Ómar. Og verðmæta mínútur fyrir Daða. Hinn stauðir annars brauð og allt það. Engelbrekt út á Aron fyrir aftur í þristinn, þessi var aðeins og stuttur. Cotton stekkur gríðarlega hátt þarna og sækir hennan. Ingimundur yfir á Magnús, hann sveiflar sig yfir á Steinar. Magnús aftur út á Steinar. Ási, sendingin frá honum ekki nógu góð. Aron stelur þessu. Davíð, Cotton langar að... Þetta er frábælega gert hjá Davíð Alexander hérna. Vissi alveg hvað Cotton ætlaði sér hérna. Því líkur stökkrættur hérna. Já, ég segi að Cotton, spurning hvort við fáum að sjá hann eitthvað nýta sér það sóknarlega í dag. Þarna ætlaði hann að verja skotið. Davíð las það vel. 15 stemmurinn 29-14. Aðeins að byrta yfir gulum hérna. Davíð setur hann og þá er skipting. Krist Clover fær að hvíla sig. Alex Tristan Sigurjónsson kemur inn á. Clover fær aðeins ekstra pásu. Ásmundur. Og Davíð pressar á hann. Ásmundur út á Steinar. Steinar yfir á Ingimund sem fer í þristinn. Snöggt, sleppt honum snöggt þarna. 29-15 eftir fyrsta leikluta. Og það er Cedric Taylor Bowen sem að í rauninni munar hér. Hann er með stigahæstur í báðum lið með 14 stig. Kristoffer Clover með 7 stig fyrir Skagamenn. Einnig er Eysteinn Bjarni Ævarsson með 8 stig fyrir Álfnesinga og Ingimundur með 5. Hjá Skagamönnum er Hendri Engelbrekt með 9, Aron Elvar með 3. Skotnýtingin enn sem fyrr talsvert betri hjá Álfnesingum með ein 77% nýtingu í 2 stiga, 57 í 3 stiga, 4 af 7 hjá Skagamönnum. Er skotnýtingin í rauninni ekkert ósvipuð þeirri sem var hjá Hraunamönnum hérna á þriðjudaginn, 27% í heildina.
og Álftnesingar búin að skora 10 stig í teiknum á móti 4 hjá Skagamönnum. En það má alveg lauma því hér að frákastalega séð jafnræði, bæði lið búin að taka 10 fráköst og Álftnesingar eru bara klárir strax hérna. Þeir eru ekkert að fara neitt á bekkinn. Sama lið áfram hjá þeim. Hrafna, ég veit ekki hvort að getum kallað það, sem bara hreinlega láta þessa stráka spila meira en þeir eru vanir. Cotton spilar að meðaltali 13 mínútur. Litlu meira en Kjartan Atli Kjartansson sem er búinn að spila eitt leik fyrir þá. Nú Ásmundur með svipað 13 mínútur, Steinar 14. Þetta eru strákar sem er að spila minna, Ingimundur 14. Magnús Helgi 8,5 að jafnaði. En Skagamenn halda óbreyttu liði líka. Klóver, Engelbrekt, Daði, Aron og Davíð. Það eru Skagamenn sem að eiga boltan hérna í upphafi síðari hálfleiks. Það er Klóver sem að færa hann úr innkastinu. Selfyssingar aftur komnir yfir gegn Sindra en ekki mikið. Það er jafnræðið með liðunum þar. Fjölnir ennþá með nokkuð þægilega fórustu gegn Hrunamönnum. Klóver í hérna mikilli umferð í teignum. Fær villuna. Tókum við ekki eftir ákveð. Já, Alex Tristan fór að velli aftur fyrir Klóver. Já, Skagamönnum. Klóver minkar Hrunnamunn í 13 stig. Þetta eru 2-3 stopp og 2-3 góða sóknir. Þá er komið bara jafnræði í þennan leik aftur, en það má nú alveg búast við því að Hrafn, ef að það gerist, að Hrafn grípi inn í. Frábært pressa hérna á Skagamenn, þeir ná að leysa þetta gestirnir. Magnús á Ingimund, út í hornið á Steinar. Steinar fer á körfuna, sendingi frá honum, ekki nógu góð. Cotton var ekki svona einarlega í horninu. Smelt einum þristi samt svona upp á kannið. Aron fær hann hérna á innkastinu og Steinar pressar á hann. Klóver fær hann og Engelbrekt í hindrunna. Stekkur hinn tilbaka og meiðist. Kristoffer Klóver. Þetta er ekki gott fyrir Skagamenn. heldur aftara lærið þarna á hægri fæti í þessu stökk þarna. Nú veit ég ekki íslensku orðið yfir fadeaway. Bið tungumálaráðunautt IATV afsökunar á því, en þetta var að stökkva þarna frá körfunni. Ég er bara dálítið smeykur að hann sé kominn í jólafrí og jafnvel rúmlega það. Þetta er ekki góða fréttir fyrir Skagamenn. En þeim er betri fyrir Álftnesinga. Og þá kemur Bóinn inn á. Skot, þryggjastega, gengur ekki. Daði í baráttunum, frákastinn, nærði á endanum. En það var Unnsteinn Rúnar Kárason kominn inn á með þetta skot. Eins er kominn inn á númer 8 Grímkell Orri Sigurþórsson. Sendingin undir á Engelbrekt sem að klára þetta fagmennsku. Nú mæðir mikið á Henry Engelbrekt í fjarveru Klóver. Klóver er ekkert að fara að spila meira hérna í kvöld, það er alveg ljóst. Ásmundur gerir þetta vel, frábærlega spilað, þeir ráðast á körfuna, þeir náða að brjóta pressu Skagamanna. Þórður Freyr út á Engelbrekt, dauðlangaði í þristinn hérna, út á Davíð. Davíð í þristinn, aðeins langur. Aron með frábært frákast, kemur honum á Davíð. Davíð inn á Engelbrekt sem fer í tveggjastega skotið, hittir ekki.
Frákastið er Árnesinga. Ásmundur. Og Grímkell í þristinn og langur. Frábær barátta hérna í frákastinu. Ingimundur kom hérna á ferðin inn. Erfitt að eiga við bakverðina þegar þeir koma svona á ferðinni. Menn er ekkert alveg vissir hver á stígan út þarna. Daði. Ásmundur pressar stíft á hann. Svona alveg á mörkunum. Engelbrekt. Og er smá hikst hérna hjá Skagamönnum. Villa dæmd á Grímkell. Orra. Ég held að væri ráð að smella kæli elementi á lærið á Kristoffer Klóver. Davíð. Skemmtileg hreyfing hjá honum en það er ekki að klára þetta. Bowen tók frákastið. Unnsteinn út á Grímkell. Grímkell sendingin inn á Bowen. Hann er rekinn í burtu en þetta skot hjá honum er alveg pottþétt. Þessi stuttu skot þarna á endalínunni. Daði á Þórð. Aron vill fá hann undir. Grímkell til varnar. Þetta lærði hann af föður sínum að því að horfa á hann. Innkast sem að Álftnesingar eiga og þá er skipting tvöföld hjá Álftnesingum. Ásmundur og Ingimundur fara að velli. Ragnar kemur aftur inn á sem og Kristján Örn. Grímkell hótar skotinu, platar frábærlega gert þarna. Engelbrekt fær villuna. Önnu villan hans. Skagamenn mega nú alls ekki við því að fara að missa hann í einhver villuvandræði. Já, gríðarlega örugt hjá Grímkalli. Bæði honni í það og þeir auka munin í 18 stig. 37-19. Davíð Alexander með Ragnar eins og bíflug í kringum sig hérna. Þórður mútið Grímkalli og Aron í tveggjastega skot hér beint honni. Vel gert hjá Aroni. Unnsteinn á boltinn út í hornið. Grímkell í þristinn. Það er honni. Já, það er oftar en ekki þessum að sett vítaskot koma mönnum í tengsl við hringinn. Davíð ákveður að láta eiga sig að skjóta. Þórður fer í skotið. Þetta er honni. Þórður Freyr loksins í fjórðu tilraun hér. Þeir ná að losa þessa pressu vel. Unnsteinn inn á teiginn, sendingin út í hornið. Kristján snýr sér snöggt við þarna á gríðarlega örugt. Og þá er leikhlé hjá Skagamönnum. Hugo Salgado vill spjalla. Selfyssingar aftur búin að taka svaka sprett austur á Höfn. 29-19, nýjustu tölur þar. 36-27 fyrir Fjölni gegn Hrunamönnum. Hér hins vegar staðan 42-24 og Skagamenn í vandræðum. Cedric Taylor Bowen með 18 stig. Kristoffer Klóver með 9 fyrir Skagamenn og ég stórefa að þau verði fleiri í kvöld. Sýnist það bara á öllu að hann hafi lokið leik. Þannig að þar eru Skagamenn að missa eins stóran bita og þeir geta bæði í sókn og vörn. En skotnýtingin alveg frábær hjá Álftnesingum. 84% í tveggjastega skotum, enda mikið af þeim nálægt körfunni. Og heldur þeir að taka fram úr í frákastönnum en samt nokkuð jafnræði þar. En nú er ekkert annað en að bara nýta tækifærið fyrir þessa ungu drengi marga hverja sem er að spila fyrir í að bara
að henda hjartanu þarna út og spila bara óhrættir. Óbreytt lið hjá Álftnesingum eftir þetta leikhlé. Já, hjá báðum liðum. Daði aftur á Þórð. Grímkell á móti honum. Davíð fær hann, lætur Þórð aftur fá hann. Fær hindrunina frá Engilbrekt. Engilbrekt næra einangra sig hérna með Grímkell fyrir aftan sig. En næri ekki að, við ná ekki að koma boltanum á hann. Frábærlega gert hjá Aroni, óheppinn með skotið. Og næri að vinna innkast hérna með mikilli baráttu. Smá vandræði hérna við innkastið, Þórður Freyr kastar þessu bara inn á. Bóen á ferðinni, Daði til varnar yfir á. Þetta er skemmtilega gert, náðu ekki að klára það samt. Ragnar hreinsar þetta upp og klárar síðan fyrir þá. Aron á Davíð. Davíð er fein að hreyfa vörnina eins til. Davíð í þristin, óheppinn, nálægt í. Grímkell á Kristján, það er Unnstedt á, Unnstedt fer á stað, Ragnar út í horninu, alltaf stuttur, Unnstedt síðan var út af þegar hann stökk í þetta frákast. Þá er skipting Ar, Eysteinn og Stipsic að koma inn á og Ómar Örn og Tómas koma inn á fyrir Skagan. Davíð og Daði Már sem að fara að velli. Þórður ákvað nú að snúa við þarna, Bóen fyrir framan hann. Þórður reynir að koma honum inn á Engilbrekt og Villa dæmt á Eysteinn. Þeir eru svolítið að, þetta er reyndar alveg skynsamlega spilað hjá Skagamenn og vantar aðeins bara upp á framkvæmdina. Þeir hafa verið að hreyfa vörnina mikið og láta á skipta á skrínum og reyna að sjá Engilbrekt fá á sig minni mann sem og svo sem Aron Dagsson líka. Aron fær hann hérna á ringkastinu, fer í árásina, nær ekki að klára þetta. Þarna ég vilja sjá hann bara tróða þessu, hann lítur að geta það strákurinn. Kemur skoti frá Stipsic, tryggjast til á ræðuplöpi, það gerist ekki fallar en það. Ég er sérstakur aðdáandi. Sendingin frá Engilbrekt, ekki nógu góð þarna, Þórður að skera inn að körfunni. Fjörutíu og 7-24, Álftnesingar algjörlega með öll völd hérna. Enda í alvöru baráttu hreinlega að fara upp í úrvalsdeildina hérna. Álftnesingar, ég held að það hljóti að vera markmiðið. Þórður og hann fer í langan þrist. Það vantar ekki þorið hjá þessum ungu mönnum. Eysteinn og Tómas brýtur á honum. Áræðin hérna, Eysteinn. Frábær vörn hjá Tómasi, hann á Þórð og Aron fyrstu fram. Vel gert hjá Tómasi þarna, vinna boltan snöggt úr innkastinu þarna. 47-26, Ragnar inn á Bóen, hann í tveggjastega. Hann er á vítalínunni þarna, nær ekki að klára sig að þessu. Hlaut nú að koma að því. Þórður og Engilbrekt með Ragnar á sér núna og þetta er skynsamlega gert. Þeir malla inn svona villu og villu á Álftnesingana. Þeir reyna að refsa þeim fyrir alla þessi skipti á þessum boltahindrunum. Sama tíma eru Fjölnir búin að taka ansi gott áhlaup á
Hrunamenn, staðan þar 49-30. Aron fær hann hérna úr innkastinu. Engelbrekt var nú hann með Stipsits kominn á sig hérna. Þórður gerir þetta vel. Út í hornið á Tómas, hefur ekki tíma í skotið. Ómar með frábæran snúning, erfiðu skotvinkill þarna samt. Og Ómar brýtur af sér þriðja villan á Ómar Örn. Og þá væntanlega fer hann út af bara í snarasta eða hvað. Ásbjörn Baldvinsson allavega klár. Já, Ómar ætlar ekki að fá mikinn körfubolta út úr þessu föstudagskvöldi. Hún að vera ansi drjúgur í villusöfnuninni. Hér kemur Eysteinn með reynir sendingur inn á Bowen og Bowen er ekki að klára tróðið. Og fékk svo ekkert að hanga þarna uppi og að reyna að ná boltanum aftur. Kristján nær að stela þessari sendingu frá Þórði og klárar þetta síðan bara. Þórður svo sem skynsemar að vera ekkert að brjóta á honum þarna. Hefði klálega verið óyrtamannsli villa þarna. Þórður, Eysteinn gefur honum engan tíma. Aron fær hindrunna frá Engelbrekt. Per í þristinn, beint og í. Aron var ekki í leikmannahópnum hérna á þriðjudaginn. Skipta hér á boltaskrinum og Bowen þakkar fyrir. Gríðarlega öruggur að þessu færi. Og reynsluleysis mistök hérna. Aron Dagsson ætlaði að rétta Tómas í boltan hérna. Tómas enga veginn viðbúinn og var meira að segja fyrir aftan miðju. Kemur þrjúföldskipting hjá Álftnesingum. Cotton kemur aftur inn á, Ásmundur kemur aftur inn á og Magnús sem að fleytir honum hérna upp að körfunni. Hittir ekki, Engelbrekt með frákast. Þórður Freyr í árásina, flott skot frá honum, frábærlega gert. Annar skagamaður mjög þekktur fyrir þessi skot. Áskell Jónsson hérna á árum áður. Það var svona hans, já hvað, nú vantar mig íslenska orðið, undirskriftarhreyfing. En Cotton fékk hérna vill Tómas, hann er ekki alveg á því að hann hefði brotið á honum hérna. En villan dæmt hins vegar. Júlíus Dóra Nóna og Davíð Alexander að koma inn á. Júlíus að koma inn á í fyrsta skipti hér í kvöld. Og með því eru allir skagamenn búnir að fá mínútur. Aron og Tómas af velli. Fjölnismenn á svaka spretti á heimavelli gegn Hrunamönnum. Konur í 25 stiga mun þar, 58-33. Davíð með boltan fyrir skagamenn. Júlíus kemur og færa hann. Og Þórður Freyr kemur í gegnum teginn. Engelbrekt mættur og brotið á honum. Ásmundur gerir það. Já, það er alveg augljós taktikinn hjá skagamönnum. Hefur bara vantað svona heslumunnin upp á framkvæmdina því. En Engelbrekt setur fyrra víti niður. Fyrir í leiknum þeirra, Álftnesingarnir skiptu út þessum byrjunarliðsmönnum sínum eins og Bowen. Þá náðu skagamenn að minnka muninn en þá höfðu þeir Kristoffer Klóver. Eysteinn, einföld sókn.
nær ekki að klára það. Þórður og á Áspjörn, þetta er skemmtilega gert. Kemur Júlíus, hann á Davíð. Álfnesingar snöggið tilbaka. Skagamenn voru allir hérna nánast utan vallar að henda sér á eftir boltanum. Davíð, sendingin frá honum ekki góð. Cotton á ferðinni og henda þessu upp fyrir Cotton. Þeir eru svolítið mikið að reyna núna eitthvað sirkusbrögð. Davíð Alexander að fá smá aðvörun hérna á dómurum leiksins og það er leikhlé hjá Álfnesingum. Þegar að staðan er hér 53-33, 20 stiga munur. 40 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Og nú er spurningin hvort það er tölfræðin eða leikklukkan sem er röng. Leikklukkan segir 53-33, tölfræðin 53-34. Það getur vel verið að það þurfi bara að leiðrétta það í hálfleik. Enda góðir menn þar að verki. Skotnýtingin hefur nú aðeins batnað hérna hjá Skagamönnum eftir sem að liðið hefur á fyrri hálfleikinn. Komnir yfir 30% múrin. Sama skapi hefur hún dalað örlítið en það var allan að hægt hjá Álfnesingum. Komnir, niður í 42% í þryggjastega. En það er sem fyrir Cedric Bowen sem er stigahæstur hjá Álfnesingum með 20 stig. Aron Elvar Dagsson hins vegar orðinn stigahæstur. Fín innkoma í honum hérna í öðrum leiklutanum með 10 stig fyrir Skagamenn. Það er sama lið inn á hjá báðum liðum, sýnist mér. Eða hvað? Nei, Engelbrekt fer af velli, fær smá hvíld, Arþór kemur inn á. Kristján út á, það er svaka hraði hérna á spilinu hjá þeim, Stupsits í horninu, beint og hann í. Það bara snertu hann allir í sókninni hjá Álftanesi. Röðuðu sér upp meðfram þryggjastæðalínunni og létu boltan ganga hratt. Davíð stígur tilbaka, skotið er á stutt, Stupsits fram á Ásmund. Og mikil barátta hérna og það er Skagamenn sem eiga innkastið. Eiga þá væntanlega síðasta skoti hérna í fyrri hálfleik. 10 sekúndur eftir. Ég ætla að gefa mig það að Þórður Freyr fari upp með boltan, fái hindrun og bara klára þetta sjálfur. Já, við sjáum þetta oft hjá Skagamönnum. Það er Alex Tristan kemur inn á hérna í lokin á fjórðungnum fyrir Áspjörn. Og Þórður Freyr tekur boltan úr innkastinu. Fer í árásina. Sendingin frá honum, alvarslök á Alex Tristan. Og út af, þannig að það eru Álfnesingar sem eiga möguleika á skoti hérna í lokin. Salgado ekkert sérstaklega skemmt. Það er Eysteinn sem fer í árásina, fer í skoti, þetta er ekki í. En Cotton, smá tilþrif hérna í lokin. Ég er nú svo nýbúinn að þessum leikluta lauk 27-18 fyrir Álftanes. Staðan er 56-33 fyrir gestina hér í hálfleik og við bara tökum okkur hlé líkt og aðrir hér og komum með síðara hálfleikinn eftir cirka 10 mínútur myndi ég halda, eða 15 mínútur öllu heldur, og þannig að það skulle ekki fara langt.
Já, kæra áhorfendur, verið velkomin aftur hérna í Býflugnabúið á Vesturgötu. Framundan síðari hálfleikur í þessum leik, IA og Álftanes. Álfnesingar geta komist 2 stigum á eftir Haukum sem að sitja á toppnum í deildinni. Komið sér í 20 stig með því að klára þennan leik sem það virðist nú lítið geta stoppað þá af í því. Kristoffer Klóver komið bara með sárabindi á hægra lærið, kælingu. Sennilega bara rifin vöðvi aftan á lærinu þarna hjá honum og það eru bara, já, lágmarki 4 vikur, sennilega nær 6 og jafnvel með meðhöndlun en vonum að sjálfsögðu að það verði skemmri tími, þannig að er að detta í frí og næsti leikur Skagamanna er nú ekki fyrr en, það er 7. janúar hérna á heimavelli gegn Hetti. Það er nú ekkert smáræði sem að tekur við, en síðan eiga þær útileiki 3 í röð í janúar gegn Hamri, Skallagrími og Sindra. Spurning hvort að Körfuboltaknattleiksfélag IA verður ekki hreinlega að minnst að ansi líklegt að þeir þurfi að finna sér annan leikmann. Þetta er harður heimur og það er dýrt að vera með leikmenn á launum sem ekki að spila, þannig að það gæti alveg eins orðið að Klóver fengi bara að fara heim. En síðan hálfleikurinn kominn í gang hér. Ómar Örn byrjar fyrir Klóver. Bóen í þristinn, hittir ekki, Engelbrekt tekur frákastið. Það eru Tómas, Þóru Freyr sem eru með þeim hann einn á. Byrjunarlið Álftanes byrjar hér síðara hálfleikinn. Það eru Bóen, Kristján, Ragnar og Eysteinn ásamt Steinsic. Gengur ekki, Kristján með frákastið, sendir hann tilbaka á Stipsic. Hann á Ragnar í þristinn, aðeins og stuttur, Eysteinn nánast búinn að ná þessu frákasti. Tómas missir hann frá sér og Eysteinn kemur á Stipsic og Ragnar, hann hefði náttúrulega að klára þetta sjálfur. Ætluðu menn sér eitthvað aðeins og mikið. Eysteinn gerir þetta fáránlega vel, 5 sekúndur á klukkunni hann fékk boltan þarna fyrir utan og bara lét vaða óhræddur. Engelbrekt kominn með Stipsic hérna á sig, þá sáum að Ragnar var klár í tvöföldunina þarna. Sindramenn búin að vinna sig vel inn í leikinn á Höfn, staðan þar 45-47 eftir að Selfyssingar voru konur með þægilega fórustu. Hún hefur greinilega ekki verið alveg nógu þægileg, þegar allt kom til alls. Engelbrekt með Eysteinn í bakinu hérna. Engelbrekt reynir að koma boltanum út í hornið, en hendi sér á hann hérna. Kemur hann á Tómas út á Þórð, Engelbrekt í horninu, hann fer í þristinn. Þetta hefði mátt þetta, hann átti það alveg skilið. Bóen á Stipsic, hann í snöggan tvist þarna, gengur ekki. Þórður á Davíð, fær hann aftur, fær hindrunna frá Engelbrekt. Þórður í þristinn yfir Bóen. Engelbrekt tekur frákastið, nær ekki að setja hann í Tómas. Kemur honum á Ómar. Ómar í árásina, Kristján brýtur á honum. Stipsic liggur eftir. Ómar lenti á honum hann í kjölfarið. Heldur höfuðið á sér. En Ómar drengur góður. Hjálpar honum á fætur. En Ómar fer á vítalínuna. Spurning hvort að Ómar nær að halda sér nokkuð villu fríum hérna í upphæðu síðar áleiksins, sem veit þarf eiginlega að passa sig. Ómar á uppinn hérna í fyrra vítinu. Ómar aftur og stuttur. Eysteinn á Stipsic, átt í hornið á Ragnar. Ragnar fer í árásina, reynir að koma honum á Bóen, text. Kristján í þristinn,
Þessi of langur. Davíð tekur frákastið. Davíð ætlar að ráðast á körfuna, gengur ekki, heldur boltanum þó. Þórður í flotskot yfir Bóen hérna. Bóen náði að gera helling til þess að Þórður Freyr þurfti að breyta skotinu aðeins svo mikið. Stipsits keyrir inn að körfunni, brotið á honum. Hver er það sem að færa á sig villinu? Er það Ómar Örn? Já, nei, þetta er Þórður Freyr. Það var ágætt, svo sem önnur villan á Þórð. Og Dino Stipsits á línuna. Sindrimenn komnir í yfir gegn Selfossi. Þvílíkur rússíbani þessi leikur þar. En Skagamenn koma þá í sókn. Það eru 27 stigum undir. Álftnesingar búnir að auka munin hérna í upphafi síðari hálfleiksins og villa dæmd á Kristján. Þórður kemur og sækir hann hérna fyrir Skagamenn, fær hindruna frá Engelbrekt. Hann fer inn með Stipsits, Davíð nær að búa sér til plás, erfitt skot. Frábærlega gert hjá Engelbrekt sem að færa hann síðan aftur hérna og fer sterkt upp núna. Tómas með frábæra baráttu þarna og brotið á Engelbrekt síðan. Tómas virkilega að leggja sig fram hérna í frákastunni. Frákasta hæstur Skagamanna. Og Aron Dagsson kemur aftur inn á núna fyrir Davíð Alexander. Engelbrekt, þessi dansar upp úr. Vítanýtingin ekki verið neitt sérstök hjá Skagamönnum hingað til. 7-12. Það er í kringu 60%. Engelbrekt tæpur á seinna. Eysteinn á Stipsits, hann fer fram hjá Þórði, setur hann sen út í horni á Kristján. Ómar kemur aðeins út í hann en virkilega vel útfærð sókn hjá Álftnesingum. Örugt skot, ekkert nema net. Það er á Tómas, út í horni á Aron og Engelbrekt með Stipsits. Stipsits telur á honum boltanum hérna og þá var það Bóen á móti Þórði. Hann skrefa nú hérna, verðist vera, gæti nú ekki betur séð, hann hefði tekið 2 hopp hérna á vinstri. En villan dæmd á Þórð, hann hefði komið með 3. Misnotar fyrra vítið. Ekki komið með stig í síðara hálfleiknum, var með 20 stig í fyrri. Þarna kemur það. Og leiklega hjá Skagamönnum. Það hefur nú verið frekar tíðindalítið hérna í byrjun þriðja leikhlutans. Skagamenn búin að skora 1 stig úr víti. Álftnesingar 1-8. Skagamönnum ekki gengið svo sem að vel að ná sér í opin skot hérna í byrjun síðari hálfleiks. Munar á sjálfsögðu hellingum Kristoffer Klóver sem er náttúrulega lykil maður í sóknarleik heimamanna. Álftnesingar áfram með sitt byrjunarlið inn á.
Þá koma skagamenn, Þórður á Aron, Engelbrekt tekur straugið inn, sendingin undir á Tómas, hún erfið, hann ekki að grípa þetta. Ragnar, út á Eystein, gríðarlega góð fótavinna hjá honum en ágætis vörn hjá Aroni. Davíð kemur inn á fyrir Þórð. Eysteinn, skemmtilega sendingu á Kristján. Menn þurfa að nýta svona skot eftir svona sendingar. Senda hann í gegnum klofið á sjálfum sér þarna. En ekki vildi það niður. Ómar fer af stað. Erfið sendingur Tómas en Aron fer síðan í skotið aðeins og langur. Bowen með frákastið. Bowen á Stipčić, hann alltaf stöðutur. Stipčić með 11,4 stiga meðaltali í leik. Fara Eysteinn og Kristján að velli og Ásmundur og Magnús koma í staðinn. Magnús hérna á Stipčić, gefur hindrunina, komur svo undir körfuna og Ómar Örn dæmdur brotlegur, fjórða villan á Ómar Örn. Magnús klárar skotið, skorar, þá Ásbjörn staðinn á fætur strax. Og Ómar kemur að velli. Náði nú að spila nokkra mínútur hérna í síðari áleiknum, einar 4,5 ofan á þessa rétt rúmu mínútu sem hann náði í fyrri áleiknum. Og staðan orðin 67-34. Davíð á Ásbjörn. Ásbjörn á Aron. Það tekst fyrir rest. Aron, erfitt skot, beint honi, eða spjaldið honi. Vel gert hjá Aroni. Ég alltaf við það að segja Dagur, en það ansi líkir á velli feðgarnir. Dagur Þórisson náttúrulega, bara hreinlega góðsögn í akurnesiskum körfubolta. Ragnar, frábær vörn hjá Tómasi. Verð þetta, Ragnar að reyna eitthvað aðeins. Og fínt. Tómas vildi ekki sjá það. Við nú við. Kemur innkastið, Stipčić fær hann, fer fram hjá Aroni, sendingin tilbaka, kæruleysisleg, Davíð og Tómas og Aron. Davíð ákveður að klára þetta sjálfur, gerir það vel. Minnka munin í 29 stig, Magnús erfitt skot en frábærlega klárað. Davíð, hundeltur hérna, Bowen. Ásbjörn, fær hann hérna fyrir utan, vantar hreyfingu á sóknina hjá Engelbrekt, Stipčić gerir vel á mótunum hérna, Aron með frábæra hreyfingu og klárar þetta. Aron virkilega stígu upp hérna fyrir skagamenn þegar áþarf að halda. Það verður einhver að draga vagninn og hann alveg til í það. Bowen út í hornið á Ásmund, hikar. Bowen, Ásbjörn fær að hrinda honum hérna. En hann klárar samt skotið. Slapp með þetta Ásbjörn. Vantar meiri hreyfingu á skagalið hérna. Engelbrekt á Davíð. Dauðlanga í skotið hérna. Ákveður að fara á Magnús, fer í þristinn. Það nú einu sinni þannig að Tómas ennþá að stríða þeim hérna undir. Kemur þrefaldskipting hjá það restin af byrjunliðinu sem að fer af velli og Cotton, Ingimundur og Steinar koma inn á.
Já, það er nú einu sinni þannig að ég væri nú reyndar alveg til að sjá einhverja rannsókn á því að skotnýting er nú iðulega betri þegar menn grípa og skjóta heldur en að skjóta af driplinu. Þá er ég ekki að tala um menn eins og Stephen Curry eða einhver svoleiðis. En eflaust er það líka þannig í honum. Þetta er skringileg spilamennska hjá Skagamönnum og uppinn þarna. Hann Steinar, en heppinn Ásbjörn, sendingin frá honum hérna fram vafasöm hérna. Aron, hann vantar eitthvað aðeins skipulag á sóknarleikinn. Davíð í þristinn, þessi er honni. Þetta er akkurat það sem ég var að tala um. Gríp og skjóta. Gríp og skjóta, það er lykillinn að þessu. Það er Cotton. Já. Kemur Magnús í þristinn. Ekki nógu langur. Aron kemur á ferðinni. Davíð galopinn í horninu. Fær hann síðan. Fer í þristinn. Aftur honni. Davíð með 2 í röð hérna. Já. Fögnum öllu svona. Ásmundur fer í þristinn. Aðeins skakkur. Davíð með frákastið. Og það er Davíð langar aðeins að hafi er ekkert annað 3 í röð hérna hjá Davíð Alexander Magnúsinni. Frábær þristur hérna vel fyrir utan. Þetta kallar maður að nýta ölduna. Halda áfram að stígana ef hún býðst. 9 stig í röð hérna hjá Davíð Alexander. Og Cotton með erfitt skot, þetta er svona kæruleysislegt pínu. Aron undir mikilli pressu, fær hjálpina frá Engelbrekt á Davíð. Davíð dauðlangar í N1 og hann setur hann upp. Þessi var allt og erfiður. Þetta var aldan farinn, nú var búinn. Sendingin út í hornið, Ingimundur í 3 stiga. Allt og stuttur, fær frákastið sjálfur, setur hann í spjaldið og niður. Skotnýtingin hefur dalað töluvert hjá Álftnesingum sem að var alveg með eindæmum góð hérna til að byrja með í leiknum. Engelbrekt reynir að fara sjálfur, finnur Tómas undir. Tómas sendir hann síðan á Aron sem að aðþrengtur nær ekki að koma þessu að körfunni. 75-49. Hérna tæp mínútar eftir hérna af 3. leikluta. Staðan í Grafarvoginum, Fjölnir 81, Hrunamenn 60, Skagamenn stela boltanum. Davíð ákveður að fara sjálfur, klárar þetta. Einhvern tíðan hefðu menn verið skammaðir fyrir að taka layup vinstra megin með hægri. En hann er búinn að gera það núna í tvígang og skora úr því, það er nú kannski það sem skiptir máli. Magnús og fæða sóknarvilla dæmd. Davíð er bara á eldi hérna í vörn og sókn. Sindramenn komnir með þægilega fórust á Selfyssinga á Höfn 62-54. Engelbrekt fær að hvíla sig. Daði kemur í staðinn. 24 stiga munur núna. Skagamenn er búin að éta þetta niður. Ekki síst með Davíð Alexander og Aron Elvar í farabróti hérna. Davíð á Aron. Hann er rekinn svolítið frá körfunni. Aron inn á Ásbjörn. Ásbjörn aftur á Aron. Þetta er skemmtilega að spila að Aron brotið á honum. Það er Cotton sem að vill fá hana og fær hana. Ágætiskafli hérna undir lokin á 3. leikluta. Aron aðeins og langur. Seinna honni. Þá er jafnt í 3. leiklutanum. 19-19. Það eru framfarir. Það er Ingimundur út á Ásmund. Ásmundur kemst hérna fram í Aroni, býr sér til plás, skotið fallegt hjá Ásmundi, virkilega vel gert. Þetta er flautukarvan hreinlega bara í 3. leikluta. Virkilega vel gert hjá Ásmundi Magnúsinni.
og þá skulum við fara svona yfir helstu tölur. Hjá Skagamönnum það Davíð Alexander sem orðinn stigahæstur með 15 stig, Aron Elvar með 14, Henry Engelbrekt með 9. Hjá Álftnesingum Cedric Bowen með 23 stig, Eysteinn Ævarsson með 10 og Kristján Örn með 9. Tómas Andri, frákastahæstur Skagamanna með 9 stykki á móti 5 hjá Dino Stipčić hjá Álftnesingum. Henry Engelbrekt eingöngu með 6 frákast hérna, hann var nú vel yfir 10 á þriðjudaginn. Dino Stipčić með 7 stoðsendingar fyrir Álftnesinga, en Aron Elvar með 4 fyrir Skagamenn. Skotnýtingin hefur verið að batna jafnt og þétt hjá Skagamönnum eftir sem að liðið eru á leikinn, komin upp í 35% samanlagt, 30% í 3 og 39 í 2 stiga. Hjá Álftnesingum skotnýtingin 60% í 2 stiga og 32% í 3 stiga, en vítanýtingin talsvert betri hjá Álftnesingum. Fráköstin skiptast nokkuð jafnt, en það kannski stigin. Álftnesingar búin að skora 26 stig í tegnum á móti 18 hjá Skagamönnum, en síðan það þessi stig skoruð eftir frákast. Þar eru Álftnesingar með 8 á móti 2 hjá Skagamönnum, og eins eru Álftnesingar með 16 stig eftir að tapaðan bolta hjá Skagamönnum. Það eru rosalega dýr stig, en gaman að sjá að Skagamenn eru með fleiri stig af bekknum heldur en Álftnesingar. En fjórðu leiklutin komin í gang hér. Engelbrekt kominn aftur inn á fyrir Skagan. Aron, Davíð, Daði og Tómas með honum. Aron heppinn þarna, Davíð undir körfunni, erfitt skot, vel varið þarna, já. Sýndist að vera Ingimundur sem að varði þetta skot. Skrítin sending frá Cotton þarna í fæturnar á Ásmundi, sem að fara alla hjálp sem hann þarf til þess að standa á fætur, og rúmlega það 25 stiga munur. Davíð og Tómas. Tómas ekki komið með stig á töfluna ennþá. Daði varið skotið þarna endurnýjaðist skotklukkan að óþörfu, skulum við segja. En það kom ekki að sök. Cotton með sendinguna á Ásmund. Davíð fær hann hérna, heppinn að skref ekki þarna. Davíð inn á Engelbrekt, hann út í horni á Daða, sendingin ekki alveg nógu góð, 3 sekúndur skotklukkunni. Engelbrekt þarf að fara hérna inn og hann nær í villuna. Það vel gert. Engelbrekt nær í villu hérna, kemst á vítalínuna, og það Cotton aftur sýndist mér sem að fekk villuna, og þá koma 2 skiptingar, Grímkell og Unnsteinn koma inn á fyrir Ásmund og hvern annan. Og Stipčić. Engelbrekt nýtir fyrra vítið. Seinna vítið ekki hins vegar. Vítanýtingin ekki upp á marga fiska hjá Skagaliðinu, og ekki búin að vera það svo sem á tímabilinu. Cotton með frábæra hreyfingu, þetta gera vel. Kláraði þarna með vinstri. Vítanýtingin hjá Skagaliðinu þó yfir tímabilið. Daði og uppinn hérna, grimmur í frákastinu, misti að því svo, en ágætlega gert hjá Engelbrekt þarna. Skagamenn eru svo skjóta vítunum 70% í vetur.
En þá kemur Þórður Freyr inn á fyrir Aron. Unnsteinn undir mikið til pressu, kemur honum á Magnús. Daði gerir virkilega vel í að trufla hann þarna. Löglega. Þórður. Þarna var nú alveg að verða til pláss. Daði, þetta er vel spilað. Davíð með stóðsendinguna. 81-55. Sendingin út í hornið af Grímkell. Ákveður að hætta við skotið, kemur hann síðan á Magnús sem er laminn tilbaka. Davíð ætlaði sér að fara þarna bara sjálfur. Fær yngasti þó. Voruð þarna 3-2. Þetta er eitthvað sem er æft gríðarlega mikið yfirleitt. 3-2 hraðaplaupið, en það hefði maður sjálfsagt vilja sjá einhverja aðeins aðra nálgun. Davíð fær hann úr yngastinu. Engelbrekt snýr inn að körfunni, villan dæmd á Unnsteinn. Engin bónus komin ennþá, engast þá. Engelbrekt fær hann, Magnús mót honum, sendi ekki út í hornið á Tómas. Tómas með flotta hreyfingu, erfitt, frábæð vörn hjá Grímkalli þarna. Cotton hleypur þarna á, Engelbrekt reynilega. Magnús með skemmtilegt flott skot. Og nývarða. Þórður. Þórður fær hindrun hjá Daða, skipta á skríninu. Frábærlega gert þarna, mjög erfitt samt hjá Þórði. Það er ekki að koma aðeins á hringinn. Unnsteinn út í hornið á Grímkell. Grímkell í þristinn, beint on í. Davíð á Þórð. Þórður á Davíð. Davíð fer í þristinn, aðeins og langur. Engelbrekt, það er mikil barátta þarna. Og fótur dæmdur. Á Álftnesinga, það er Skagamenn sem eiga innkastið. Hrunamenn að vinna sig inn í leikin í Grafarvoginum, 89-78 staðan þar núna. Munurinn er komin inn í 11 stig. Sindramenn með 8 stiga fórskot á Selfyssinga á heimavelli. Davíð Alexander að bæta við 2 í safnið. Frábær sprettur þarna inn að körfunni á Steinari Snæ og þá er leikhlé hjá Skagamönnum. Staðan 88-57. Og Davíð Alexander kom með og Aron báði með 15 stig hérna fyrir Skagamenn. Og Hendri Engelbrekt með 10. Tómas að auki er hérna komið 9 frákast. Hann er frákasta hæstur í leiknum reynilega. Og við erum að tala mann sem að spilar þristinn bara hjá IA. Það er ótrúlega magnað að sýnir að frákast snúast ekki bara hæð. Þetta er spurning hugafar og staðsetningar og tímasetningar og svo framvegis. Hann verðist vera með það allt saman á hreinu. En Cedric Bowen búinn að hafa hægt sig hérna í síðari hálfleiknum með 23 stig. Og en Álftnesingar náttúrulega með all tök á þessum leik, 31 stigs munur. Í rauninni bara spurningin hvað munurinn verður mikill í lokin. Stutt í að leik ljúki í Grafarvoginum. Þar er 3,5 mínútur eftir. Öllu meira eftir á Höfn. Þannig að við náum sennilega ekki að sjá lokatölur úr þeim leik áður en að við ljúkum útsendingu hérna í kvöld. Öllum líkindum síðasta útsending okkar á þessu ári. Árið 2021 búið að vera ansi líflegt hjá okkur.
á IATV metár. Held ég að mér sé óhætt að segja. Þetta það kann man að segja frá því að þessi útsending hjá okkur í kvöld hvorki meira minna en 300. útsendingin okkar síðan að við hófum störf og þetta útsending númer 79 á þessu ári sem að töluvert fleiri heldur en við höfum verið með áður og það bara, við erum bara á uppleið, ekki nokkur spurning með það. Enda nóg að vera í íþróttum á Akranesi. Sennilega held ég óhætt að segja að næsta útsending okkar verður sennilega frá nema eitthvað annað óvænt komið upp. Þá það frá kjöri Íþróttamanns Akranes fyrir árið 2021 sem að fer fram á 13. Og ég held ég geti lofað stórri útsendingu frá okkur þá. Þannig að við gera hvetja Skagamenn allavega til þess að fylgjast vel með því. En 5 mínútur rúmar eftir hérna. En upplýsingar allt þetta sem ég að tala hægt að finna allt inn á iatv.is. Þar eru upplýsingar allar útsendingar sem við höfum verið með og upptökur af þeim einnig. Og sem og auðvitað á YouTube-rásin okkar. Og hvet fólk til þess að fylgja okkur einnig á Twitter og Instagram og Facebook. Við erum ekki konið með TikTok ennþá en það í vinnslu. Eða það í nefnd. Það Engilbert með boltan hérna í horninu. Það að finna Davíð keyrir inn að körfunni, setur hann út á Tómas út á Þórð sem hefur tíma að fer í skotið, beint honni, þetta var fallisókn, virkilega fallisókn, mikil hreyfing, mikil hlaup, boltinn fekk að ganga eftir að Engilbert setti þetta í gang hérna út á kantinum og munurinn 28 stig, Cotton úti í hornið á Steinar, hittir ekki, Cotton með frákastið. Frábær hreyfing hjá honum og óheppinn að setja hann greinilega svolítið fyrir að skipta hendi í loftinu. Snöggur á fótunum, mikil sprengikraftur. Já, Cotton. Hann fer á vítalínuna. Munurinn í gráin og komið niður í 6 stig þegar það 1:40 tæpar eftir þar. Hrunamenn að berjast tilbaka. Skipting hjá Árnessingum. Magnús fer af velli, Kristján kemur í staðinn. Það Davíð fyrir Skagan, Davíð fekk hérna auðan sjó. Engilbert með skemmtilega sendingu, Þórður Freyr í skotið, hittir ekki, Engilbert í baráttunni, tekur frákastið, snýr hennar körfunni og klárar þetta skemmtilega. Ára Unnsteinn. Enda með boltan, inn að körfunni, brotið á honum. Vill hann mættilega á Tómas eða hvað? Nei, það Daði Alfreðsson. Og þá kemur skipting. Ingimundur inn á fyrir Cotton.
og Alex Tristan inn á fyrir Tómas. Vítið stutt hjá Unnsteini. Unnsteinn var hérna í... Þarna fer Davíð Alexander aftur fyrir miðju klárlega, en ekki dæmt. Engelbrekt reynir sendingunum á Daða, hann erfið. Grímkell eru 4 á móti 1 hérna. Þórður Freyr brýtur. Engin óíþróttamannsleg villa þó. Arnþór að koma inn á fyrir Daða. Ingimundur öruggur á línunni. 3:19 eftir. Hálf mínúta eftir í Grafarvoginum. Þar eru Fjölnismenn með 6 stiga forskot en þá 96-90. Þetta er sennilega komið hjá þeim þar. Sindramenn langt komnir með að tryggja sigurinn gegn Selfossi. Alex. Út á Davíð. Dauðlangaði skotið þarna. Arnþór frábær vörn hjá Grímkalli. Slær þennan út í vegg og þá er leikhlé sem að Skagamenn taka. Hugo Salgado vill ræða við sína menn örlítið. Davíð Alexander orðinn stigahæstur Skagamanna með 17 stig. Já, Fjölnismenn búin að auka munin í 8 stig. Sindramenn konur 15 stigum yfir núna. Nú veit Skagamaður að spila fyrir Selfoss fyrir austan. Styrmir Jónasson. Hann er búinn að spila 10,5 mínútur ekki búinn að skora stig ennþá. Og við sýnir Sindramenn að vera bara að sigla þessu nokkuð þægilega eftir mikla sveiflur í þeim leik. Á víxl skiptust þau liðin á að hafa forystuna og jafnvel bara töluverða forystu. Og nú er leikurinn stöðvaður hérna og veit ekki alveg af hverju. Akkur er ekki að fá 14 sekúndur á klukkuna, það hlýtur að vera. Nei, 6 sekúndur á klukkunni. Það hefur verið Þórður Freyr í erfitt skot. Þetta var áhugaverð tímasetning hérna. Trúði ég varla sjálfur að hann var að fara að taka skotið, en fór hon í. Fínasta skot þarna aðeins svo langt. Alex Tristan með frákastið. Finnur Davíð. Steinar með Davíð í gjörgæslu þarna. Þórður á Alex inn á Engelbrekt. Engelbrekt reynir að finna skotið, gengur ekki. Boltinn dettur fyrir Arnþór og aftur er endurnýju skotklukkan hana að óþörfu og skotklukkan rann út, segja dómararnir. Leiklokið í Grafarvoginum, Fjölnir 100, Hrunamenn 90. Unnsteinn, frábær hreyfing hérna, Engelbrekt brýtur á Steinari sem að
skerinn að körfunni algjörlega á hárréttum tíma þarna. Þetta eru menn sem að þekkjast eitthvað greinilegt. Og Engelbrekt með frákastið eftir misnota víti. 2 mínútur eftir. Þórður á Davíð. Hann fær hindrunna frá Engelbrekt. Davíð hann á Arþór. Arþór hótar skotinu, fer inn að körfunni. Gerir þetta lista vel, Arþór Fjallason. Unnsteinn, kraftur í honum. Og Ingimundur fleytir honum yfir Engelbrekt þarna. Hann fær aðra tilraun, gengur ekki. Unnsteinn í þristinn, það er honi. Fyrstu stigin hans hér í kvöld. Þá eru allir Álftnesingarnir búnir að skora í leiknum. Þegar það er 1 mínúta og 20 sekúndur eftir. Júlíus Doronóna kemur inn á fyrir Davíð Alexander. Og nú er Skagalið ungt að mestu. Alex fær hann hérna, Þórður. Fjallar vill gefa honum hindrun. Þórður rekkur hann aftur inn í. Arþór segir, gerir þetta vel, klárar þetta. Kemur 3 stiga skot frá Grímkalli, gengur ekki, Engelbrekt með frákastið. Engelbrekt að koma með einn 11 fráköst. Þórður á Alex, Tristan aftur á Þórð. Þetta er aðeins svona frjáls körfubolti núna, Þórður í þristinn, beint honi. Já, það er aðeins fundið. Náð smá tengslum við hringinn hérna í síðari hálfleiknum. Unnsteinn fram í á Alex, endar bara á Arþóri og villa dæmd á á Arþór fyrir að standa þarna. Honum finnst það bara fyndið, enda líka áhugavert. Þarna mættist náttúrulega, þetta var eins og Jaris hefði keyrt á flutningabíl. Ekki illa meint, gagnvart bara hvorugum þeirra. En villa dæmd og Unnsteinn setur hérna síðar víti niður. 98-72. Þórður fær hann úr innkastinu, kemur upp með boltan. Það er engin skotklukka núna, það er bara 18 sekúndur á klukkunni. Það er innkast sem að Skagamenn eiga. Þetta lítur að vera Skagamenn sem eiga innkastið. Já. Sindramenn 15 stigum yfir, gerum ráð fyrir, þeir eru 2:41 eftir, gerum ráð fyrir að það sé heimasigur. Hér er engin heimasigur, 26 stiga munur Álftnesingum í vil. Nú er komin skotklukka, það var einhver miskilningur áðan hjá okkar mönnum hann á borðinu áðan. Þetta menn í þjálfun hér. Þórður með innkastið á Arþór. Fær hann aftur. Það munar rétt rúmri sekundu á leikklukku og skotklukku hérna. Þórður á Arþór sem að fer í þristinn. Þetta var semenspoki af spjaldinu og Álftnesingar láta bara tíman líða. Og þar með leiklokið 98-72. Og við ætlum að fara hérna yfir svona helstu tölfræði hérna í blálokin. Davíð Alexander er stigahæstur Skagamenn með 17 stig, Aron Elvar með 15, Þórður Freyr endaði í 14, Henry Engelbrekt með 12 og Kristoffer Khalid Clover með 8 stig á þessum stutta tíma sem hann spilaði eftir áður en hann meiddist. En það verður forvitnilegt að sjá hvort að þetta eru eins alvarleg meiðsl og maður heldur og þau virðast. Þetta eru meiðsl aftan á læri sem eru aldrei góð við að eiga
hjá Álftnesingum var það Cedric Bowen sem að skoraði 23 stig. Síðan Eysteinn Bjarni Ævarsson með 10, Kristján Örn, Ingimundur Orri, Magnús Helgi með 9 og þar skoruðu allir. Frákasta hæstur Hendrik Engelbrekt með 11, hjá Álftnesingum var það Magnús Helgi sem tók 9 fráköst og vekur athygli mína Tómas Andri hjá Skagamönnum með 8 fráköst einnig. Dino Stipčić með 7 stoðsendingar, Davíð Alexander stoðsendinga hæstur hjá Skagamönnum með 5 stykki, en síðan önnur tölfræði var svona hingað og þangað. Bara Álftnesingar yfir á öllum sviðum nema fráköstum. Það var ótrúlegt hvað í svona ójöfnum leik hvað í rauninni fráköstin skiptust jafnt. En ég held við fyrir að segja þetta gott hérna, já, bæði á þessu föstudagskvöldi og þessu herrans árið 2021. IA TV þakkar fyrir sig og þakkar fyrir bæði fyrir kvöldið og fyrir árið. Örn Arnarsson heiti ég og með mér í þessari útsendingu og stjórnaði henni af mikilli prýði Snorri Kristleifsson. Eins vorum við með unga og efnilega kvikmyndatökumenn hér á vakt og þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið og bara þangað til á nýju ári þá bara óska ég ykkur fyrir hönd IA TV gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Við sjáumst árið 2022. Takk fyrir okkur.